ákvað að kveikja atburðarásar sem leiddi nærri til dauða lögreglumanns og setti aðra í stór hættu. Þessi taska kom hingað til lands frá Suður-Ameríku í gegnum Kaupmannahöfn, en eigandi töskunar hafði dvalið nær veturlangt í Kólumbíu. Skömmu fyrir áramót sagði hann mann hafa komið að máli við sig sem hann hafi kannast við í sjón, en ekki vitað á honum frekari deili. Hefði maður þessi beðið hann fyrir tösku til Kaupmannahafnar. Átti Íslendingurinn að fá $5.000 fyrir flutningin og afhenda töskuna manni í Kaupmannahöfn á ákveðnu hóteli eftir nánari fyrirmælum. Sko, ég vildi nú fara að ganga úr skuggum, þetta ekki sprengja. Þannig að ekki fara. Þannig að ég lét á... Við byggðum með þetta $5.000 og $5.000 var stór fé fyrir mig. Það er alltaf 10 sinnum ódýrari en hér. Og það er kannski nægt til þess að byrja upp á nýtt. Jú, þeir sýna mér þessa tösku, við keyrum hérna á World Trade Center og þá benti ég ef þú þorir að manninum, ef þú þorir að labba með þessa tösku, ég er hérna sprengileita hlýðið á World Trade Center, þá skulle ég taka hana. Og það ger ég. Það var Eldur Atomflugvöllur, Santo Domingo, Madrid. Madrid Kaupmannahöfn. Síðan tjekkaði ég myndir bara í eiginnafni og hóteli Kaupmannahöfn, það sem þetta var að fara fram. En þeir mættu ekki. Ég hringdi út. Þeir sem er að bíða áfram. Ég beið fleiri daga. Svo er ég bara eitthvað svo taugaklár og hann stressaður þessu öllu saman. Við erum engin heiti að vera nærir, það er einhverjum að gera. Og maður bara hann í linu hótelinu fór þangað og draf með ösku fullan. Og daginn eftir vaknaði ég á hótelherbergi, allir ruglið og all timbra við svangur. Ég fór einhvern fínan restaurant að það rétti á, en ekki hvað hann heitir. Og þá vissi ég ekki betur en ég væri með veskið mitt. Ég banta rauðvín og nautasteik og bakaði kartöflur og svona og svo kemur reikningurinn. Ég þarf í vasanum ekkert veski. Ekki til að setja í pant heldur. Þannig að hún var ekki að dónulega við mig hérna í þjónustúrnum og ég sagði henni bara náði fórstjóra. Hann kemur það fram og það gekk ekki heldur. Ég var víst um eitthvað viðhorfsvandamál. Eða þeir. Það er kölluð lögregluna. Það var alltaf vestamál. Og þeir héldu að ég væri einhver Puerto Ríkani sko. Einhver dólgur sko. Það var flott klæddur hérna. Talaði dönskur með spænskur hinn. Og íslensk vegabréf. Ja, mér hentaði um díflisna. En áður en þeir náðu mér, það fór ég inn á klósetti á mathússtaðnum og setti lykilinn að jafnvartur álfið þar sem efni var geymt. Ég endaði hann. Setti smokk utan það. Náðu þó að gera það eina víti. Það getur ekkert í að það voru með á lögreglustjóra, það bípaði alltaf málutæki. Ég sagði bara að ég var að fótbrotna að það væri í mökkuleikunum. Og þaðan túsi ég held í 2 sólarhringa í vestri. Eftir það var hringt hingað til lands og sendu foreldrar hans honum peninga til Kaupmannahafnar svo hann gæti gert þar uppi reikninga sína og sömuleiðis var keyptur fyrir hann flugfarseðill til Íslands. Ég hringdi í Kólumbíu og ég sagði hvernig það var komið. Þeir blótuðu eitthvað og sögðu svo þannig að ef það verið að depósitera eitthvað þá verður við að taka þetta bara með þér. Og þannig var ég fluttur á flugvél og settist á bar áður í rannan og fekk mér eitt bjór og gæði skuggum þegar ég var að fara. Tók hans til yfirbílnum á bænum, náði henni í töskunum og flög hingað í vestaveðri sem gekk í þann vetur. Ég var hálfhræddur, vont veður og ég skalf.
var líka stressaður yfir að kannski bestaðar alltaf flugvelli. Þá átti ég ekkert róandi. Eftir heimkomuna satt maðurinn af sér dóm í hegningarhúsinu við Skólavörðustíg fyrir eldra afbrot. Þar komst hann í kynni við mann sem síðar átti eftir að ganga undir viðurnefninu Tálbeitan og verður það nafn notað í þessum þætti. Þarna kom til tals að Steinn gæti útvegað mikið magn kókaíns. Hálfu ári síðar, í lok júlímánaðar 1992, setur Tálbeitan sig fyrst í samband við lögreglu og hittir Björn Halldórsson, þáverandi yfirmann fíkniefnadeildarinnar daginn eftir. Nafn Steins Ármanns hafði ekki áður komið upp í tengslum við fíkniefni og kannaðist fíkniefnalögreglan ekki við mannin. En lögreglan var tilbúin til þess að grennslast nánar fyrir þessa vísbendingu og Tálbeitan ákvað að vera þeim innan handar við rannsóknina. Tálbeitan gaf Birni 3 ástæður fyrir því að hann skýrði frá þessu. Í fyrsta lagi, til að koma í veg fyrir dreifingu vegna þess að hann þekkti afleiðingar neyslu, í vonum að mildar yrði tekið á broti sem hann beið dóms fyrir og að hann hefði gaman af spennunni sem fylgdi svona málum. Tálbeitan hélt nú áfram að vinna í því að fá efnið keypt af Steini og nú undir stjórn lögreglunar. Þessi aðgerð var ekki undirbúin með þeim hætti sem gert ráð fyrir í lögum annars staðar og í framkvæmdinni sem var samráð við æðstu stjórnendur lögreglu. Heldur var þetta gert án mikillar íhugunar að því leyti og við vitum auðvitað ekkert hvað hefði gerst ef að þessi atburðarás hefði ekki verið sett í gang. En Hæstiréttur segir aftur á móti að brotaviljan hafi verið fyrir hendi og það sé út af fyrir sér nóg. Þá skipti ekki máli þó að það sé haft áhrif á atburðarásina með því að nota mann, Tálbeitur sem svo er kallað, til þess að hleypa af stað atburðarás. Lögreglan var meðal annars tilbúin til þess að útvega peninga, allt að 1 milljón króna, til þess að gera Tálbeituna trúanlega sem umsvifamikinn fíkniefnasala. Einnig leigði lögreglan bílaleigubíl sem Tálbeitan lánaði Steini í því skyni að vinna traust hans, jafnvel þótt Steinn hafi á þeim tíma ekki haft bílpróf. Hlerunarbúnaði var komið fyrir í bílnum til að hlera samskipti þeirra án heimildar dómstóla. Það ekki bara sú atburðarás sem búin til í upphafi að kveikja á einhverju, heldur atburðarásinni verulega leyti stýrt með því að útvega það sem til þarf. Þar á meðal bílana og síðan var komið fyrir upptökutæki, ekki fjarskiptatæki, heldur upptökutæki í öðrum bílnum og síðan átt að nota upptökuna sem farin fór sem sönnun sök eða sekt Steins eða sekborningsins og það var gert án þess að fá til þess dómsúrskurð. Það eru ákveðnar heimildir til þess að fá dómsúrskurði sem við fjarskipti og hleranir en það ákvæði á augljóslega ekki við þess tilviki. Tálbeitan fékk peninga hjá lögreglunni til að geta keypt sýnisorn af Steini í þeim tilgangi að sannreyna hvort efnið væri það sem Steinn hélt fram að það væri og leiddi svo athugun í ljós að kókaín var að ræða. Tálbeitan og Steinn höfðu síðan nokkur samskipti en loks var ákveðið að salan myndi fara fram nokkrum dögum síðar. Tálbeitan sótti Stein á Grensásveg og óku þeir víðsvegar borgina og sagði Steinn þá hafa sýnt sýnisorn efnisins 200 grömm og hefðu hann og Tálbeitan neitt af efninu. Steinn hvað Tálbeitun hafa greint sér frá því að peningar fyrir efnið væru til reiðu og geymdir á vinnustað hans í Faxafeni. Hann sagðist þá hafa haldið aftur að Grensásvegi og sótt þar afgang efnisins og komið með út í bifreiðina sem Tálbeitan beið í fyrir utan á meðan. Þaðan hefði verið haldið á vinnustað Tálbeitunar þar sem ekið var niður í bílageymslu og Steinn tók töskuna með kókaíninu
og fór með hann inn á lagerrými fyrirtækisins. Þar skar hann hana í sundur til að ná til efnisins. Tálbeitan hafi þar velt vöngum yfir þyngd þess án þess að geta mælt það nákvæmlega. Tálbeitan segir Steini að peningarnir séu annar staðar og hann þurfi að sækja þá þangað sem þeir séu geymdir í húsi í Reykjavík. Tálbeitan sagði andrúmsloftið hafa verið orðið mjög spennuþrungið og hugsaði það eitt hvernig hann gæti náð sambandi við lögreglu. Steinn kvað tálbeituna hafa beðið sig að aka bifreiðinni út úr bílageymslunni. Tálbeitun og Steini ber ekki saman það hvernig og þá hvort kókaíninu var aftur komið fyrir í bílnum áður en lagt var af stað frá vinnustað tálbeitunar. Hlerunarbúnaður var í bílnum og heyrði lögreglan eitthvað af því sem þeim fór á milli þótt orðaskil væru stundum ógreinileg. Frá Faxafeni óku þeir að Bugðuræk þar sem tálbeitan sagðist ætla að fara að ná í peningana en bað Stein að hitta sig við bílastæðin hjá Laugardalslauginni. Þegar Steinn hafði ekið á brott fékk tálbeitan að hringja hjá ókunnugu fólki sem hann bankaði upp á hjá og náði sambandi við Björn Halldórsson og sagði honum að Steinn væri með allt efnið í bílnum á Sundlaugarplaninu. Steinn var búinn að bíða dágóða stund við Laugardalslaugina í bílaleigubílnum og var farinn að ókyrrast. Í þann mund sem Steinn að leggja af stað fólksbifreið ekið veg fyrir hann. Já, eins og framkom í vörn minni, bæði í hérað og fyrir Hæstarétti, þá taldi ég að þar hefðu verið gerð veruleg mistök og lögreglan var þar klædd þannig að engum manni gat dottið í hug að þar færu lögreglumenn, ekkert sem til þess gat bent og engir tilburðir hafður uppi til að tryggja það að sakborninu gæti verið það ljóst eða verið það ljóst og þetta vegna þess atburðar sem var öll tilbúin þá gat auðvitað sakborningur búist við þetta væru einhvers konar árásarmenn eða aðrir slíkir og hann var augljóslega mjög hræddur og flúði á brott sem ekki víst hann hefði gert ef hann hefði vitað hverjir áttu í hlut. Svo ég tel að þarna hafi skipulagið brugðist og ekki hafi verið staðið rétt að verki. Steinn Ármann ók á ofsahraða Austursundlaugaveg, Langholtsveg, Ártúnsbrekku og loks út á Vesturlandsveg. 2 ómerktir lögreglubílar veittu honum eftirför. Til móts við Úlfarsfell var merktri lögreglubifreið ekið á undan Steini Ármanni með blikkandi ljósum til að freista þess að hægja á ferð bílsins og loks stöðva Stein. Steinn ók á 150 til 160 km hraða aftan á lögreglubifreiðina sem var á 50 km hraða án þess að hemla. Benedikt Lund var ökumaður lögreglubílsins. Og við þetta þá snýst bíllinn í einhverja hringi, bjargar okkur og hann veltur ekki og kviknar í honum alveg leið. Og þegar ég fer út úr bílnum þá ég gekk vel að koma strax út úr bílnum og labba hérna aðeins aft fyrir eða fer aðeins út og sé þá að logar allt hérna fyrir aftan, það standa logarnir hérna upp úr honum. Þá kalla ég félaga minn og segi honum að koma út úr bílnum í kvelli og lít aftur inn í bílnum þá segi hann liggur þar meðtöldulaus. Læddi talsvert úr nefinu á honum og munninum á honum og hann liggur alveg meðtöldulaus og þá toga ég í hann og hann fastur og þá sé ég hann fastur í öryggisbeltinu, losa það og að draga hann út þegar annar félagið minn kom, Ólafur,
og við gátum dregið hann bílstjóramegin bara út úr bílnum og þá segir þessi lögreglumaður við mig að við skulum hraða okkur með henni burtu því að bílinn mun ábyggilega að springa og við erum konni kannski 10-15 metra frá bílnum þá springur bílinn og þó var aldrei mikið sprenging, það kom bara eins og létt dúmm í honum. Það var bensínu var ábyggilega megnið komið á götun og því að eins og ég sjáu tankurinn allur í klessu sko. Og það er ábyggilega bensínu bara undir bílnum, en það loga þegar vorum að ná hann út, þá loga hann allur hérna afturhelmingurinn á bílnum. Nú leikur félaginn upp á gjörgæsludeild en þú hefur sloppið mun betur. Já, einhver guðsmynda og slapp ég bara ótrúlega vel. En hann hérna miður, mjög alvarlega slasaður og ekkert. Ég var að koma þarna frá gjörgæslunni og þeir vilja ekki gefa út það neitt, hvernig það fari. Var ekki í þessu tilfelli, var ekki hægt að komast hjá þessu? Var ekki hægt að sýna einn önnur viðbrögð? Ég veit ekki hvað ósköpunum menn geta gert sko. Leggja þvert fyrir hann, fara út úr bílnum, það var að nákvæmlega drepa þennan mann. Og það er alveg skýrt motto lögreglunnar, það er að valda ekki slysum með þessum stöðvabíla. Jú, við Íslendingar erum þannig við metum mannslífið ofar öllu öðru. Og að leggja bílnum þvert fyrir þá var fyrsta leið ég var farin að stefna lífið þessa manns sem að ók vísu eins og vitleysingur í verulega hættu. En annað verra ég var að stofna líka öðrum vegfarendum, það var nokkuð mikil umferð og talsverð umferð til Reykjavíkur, að ef ég hefði lokað þarna alveg annarri akreininni, þá hefði hann sennilega reynt að fara á móti þeirri umferð sem var. Og það er verulega hættulegt dæmi, þannig að við lögðum ekki í það. Lögreglumenn sem eltu Stein komu hinn slösuðu félögum sínum til hjálpar það leyti sem bifreiðin var alelda. Steinn tók til fótanna og ætlaði að flýja vettvangi en fíkniefna lögreglumaður hljóp hann uppi. Steinn greip þá til skæra sem hann var með innanklæða og lagði með þeim til lögreglumannsins en það vildi honum til happs að skærisodturinn kom í vasabók mannsins sem hann bar í brjóstvasa. Eftir þetta komu fleiri lögreglumenn til aðstóðar og yfirbugðu Stein sem var í mjög annarlegu ástandi af kókaínneyslu. Efnið fannst síðan í farangursrými bifreiðarinnar en vegna mikils öngþveitis á vettvangi eftir slysið voru menn ekki alveg vissir hver fann það fyrstur. Þegar Steinn Ármann var handtekinn mældist mjög mikið magn kókaíns í blóði hans, svo mikið að hann var talinn með kókaíneitrun. Magnið hefði mögulega getað valdið dauða. Geðlæknir sá sem framkvæmdi geðrannsókn á Steini Ármanni komst að raunum að Steinn væri haldinn geðklofasjúkdómi og dró sakhæfi hans nokkuð í efa en Steinn var þó af dómara álitinn sakhæfur. Það kom í ljós að sakborningurinn hann átti við verulega geðræn vandamál að stríða og reyndar fleira sem olli því að þessar vinnuaðferðir gátu leitt til hættu ástands. Ákærði Steinn Ármann Stefánsson, 26 ára gamall, var ákærður fyrir að hafa í febrúar á þessu ári flutt hingað til lands frá Kaupmannahöfn 1201 gramma kókaíni ætlað til sölu hérlendis. Enn fremur að hafa ekið með ofsa hraða borgina, ekið aftan á lögreglubíl og stórslasa lögreglumann auk þess að hafa lagt til lögreglumanns með skærum við handtöku. Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í dag kemur fram að dómurinn telur sannað að Steinn Ármann hafi gerst sekur þau brot sem honum gefið að sök í kærunni. Dómurinn telur ekki sérstaka ástæðu til þess að leysa úr því hvort samskipti fíkniefnalögreglu og tálbeitunar svonefndu hafi verið aðfinnsluverð enda lúti sakarefni samkvæmt ákærunni ekki að þeim. Steinn Ármann var dæmdur í 7 ára fangelsi og hefur nú afplánað dóm sinn. Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, hefur á síðustu árum gert rannsóknir á viðhorfi almennings til glæpa og kemur þar ýmislegt forvitnilegt í ljós. Ég hef á undanförnum árum í samvinnu við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands mælt viðhorf Íslendinga til afbrota
og mín fyrsta athugun var framkvæmd árið 1989 og síðan gerði ég aðra könnun 94 og svo að lokum 1997. Á þessum árum hafa orðið reginbreytingar í afstöðu almennings til afbrota. Áhyggjurnar í dag eru miklu meiri en þær voru 1989 og jafnframt telur vaxandi meirihluti að refsingar séu almennt og vægar hér á landi. Skýringarnar á þessum auknu áhyggjum geta verið margvíslegar en þær ekki að finna í aukningu afbrota á þessu árabili, því að ef við skoðum gögn frá lögreglu að þá sjáum við ekki mikla aukningu þar sem svona réttlætir þessar auknu áhyggjur. Skýringarna virðist frekar vera að leita í því að upp hafa komið á síðustu árum einstök afbrotamál, gróf afbrotamál sem hlotið hafa mikla umfjöllun í fjölmiðlum og hafa ýtt við okkur öllum skiljanlega og síðan hægt að nefna að málaflokkur afbrota hefur einnig verið meira í kastljósi fjölmiðlana á síðustu árum en oft áður og fréttaflutningurinn hefur oft á tíðum verið með mjög ágengum hætti, þannig að viðbrögðin og áhyggjurnar sem koma fram í viðhorfamælingum mínum að þær eru að mörgu leyti mjög skiljanlegar.